Þetta hérna Opel Grandland, splunkunýr bíl frá Brynborg. Opel á sér góða og langa sögu á Íslandi. Þið munið eftir Östrunni, þið munið eftir Zafira, Vectra og enn lengra aftur og þá var Opel Rekord og Opel Ascona og Opel Manta sem var svona lítill sportbíl. En þessi hérna Opel, þetta svona stór fjölskyldubíl. Virkilega vel heppnaður hjá Opel. Það allt einfalt, allt mjög solid, allt mjög huggulegt. Og það sem ég verð að segja eru framsætin í þessum bílu eru náttúrulega bara alveg dásamleg. Það rosalega gott að sitta í þessum sætum. Þau halda bæði vel við mjóhrygginn og svo er svona mjóbaks stuðningur í honum líka stólnum og seturnar eru virkilega þægilegar. Hann ekki aðeins flottur, heldur mjög þægilegt að umgangast bílinn og ég tala nú ekki hversu gott að aka honum. Já, þeir koma í tveimur útláslum hjá Brynborg. Annars vegar kemur hann framdrifinn og hins vegar kemur hann aldrifinn. Þessi framdrifni 213 hestafl og togar 157 Nm. Á meðan þessi hérna sem aldrifinn 320 hestafl og togar 235 Nm. Hann hefur alveg nægt afl en það hægt að keyra hann í nokkrum akstursstillingum, meðal annars sportstillingum, þar sem hann alveg virkilega skemmtilegur og aflmikill. Nú það hægt að lengja seturnar á sætunum, færa þær aðeins þannig að það nái betur undir hnésbönduna, það mjög þægilegt. Stýrið á honum mjög einfalt. Hérna hægt að stilla, hérna megin hægt að stilla allt varðandi síman og tónlist og afþreyingarkerfi og hérna megin síðan hraðastillir, en það náttúrulega skinnvættur hraðastillir í þessum bíl og akreina vara og akreina stýring. Fjórhjóladrifsútgáfan, hún dregur aðeins skemur eða 492 km meðan að framdrifsútgáfan fer aðeins lengra, fer 521 km. Hér síðan hleðsluport, þar sem hægt að hlaða í heimahleðslu alltaf 11 kWh í einu, á meðan hann tekur alltaf 160 kWh inn á sig í hraðhleðslu. Eina sem ég get fundið að sem að ég tek eftir bara strax að það smá vegghljóð, en það svo sem ekki meira en í öðrum bílum eins og til dæmis Polestar 2 eða Peugeot 3008 til dæmis. Spurning hvort að það sé svona, nei það virkar ekki, en allavega hann aldrifinn, afturhlerinn og hér höfum við farangursgeislu sem 585 lítrar og stakkalega upp í tæpa 1600 lítra ef við fellum niður sætin, en þau eru hérna með svona lítilli skíðalúi hérna í miðjunni sem hægt að opna alveg fram í bílinn ef við viljum. Hérna undir alveg þokkalegt pláss, myndi maður segja. Virkilega rúmgott og flott skott í þessum bíl. Stýrið á honum ákaflega þægilegt. Það svona í mjórri kantinum með við stýrið á bílum sem ég hef verið að keyra undanfarið. Það ekki verra. Það eru hérna flippar sem það hægt að stýra orku endurheimtinni á hana á 3 mismunandi vegu. Það eru 3 aksturstillingar í þessum bíl. Það brekkuaðstoð og það Eco, Normal og Sport. Setjumst við inn í hérna aftan. Sætin eru mjög þægileg hérna aftur í. Virkilega gott fótapláss, maður getur sett fæturnar hérna undir framsætin og maður situr tiltölulega hátt hérna aftur í. Það vel undir fæturnar hérna. Þessi bíll náttúrulega byggður á rafmagnspalli, sama palli og Peugeot 3008. Og hér erum við síðan með miðstöð. Það hægt að hita bæði aftursætinu upp hérna, báðum megin sem sagt, og framsætinu náttúrulega líka. Hér erum við síðan með 1 USB-C og 1 USB, já það eru 2 USB-C og svo hérna 12 V tengi líka. Þetta allt eins og á að vera. Hérna erum við síðan með svona armpúða og hann hægt að fella alveg niður þannig að það svona skíðalúgu fítus í honum. Isofix hérna, virkilega smart og vel frá öllu gengi í þessum bíl. Þetta alveg rosalega flottur fjölskyldubíll, fer vel bæði með fólk og farangur örugglega, og við hjá bílablogginu
bara mælum með að fólk skelli sér í Brynborg og taki reynsluakstur á þessum bíl því að þetta alveg 100% flottur valkostur fyrir þá sem að leita sér að stærri rafbíl.